Ég heiti Helen Hafgnir Kova. Ég fæddist í Venezuela en ég bý á Flateyri og ég rithöfundur. Ég byrjaði að skrifa þegar ég var 7 eða 8 ára. Byrjaði ég að gera svona smá ljóð og svona. Mér fannst það skemmtilegt. Og svo var ég vissi að ég vildi vera rithöfundur þegar ég var 10 eða 11 ára. 2015. Það var árið sem ég kom til Ísland. Og þá var ég ekki búin að gefa út ekki neitt. Og ég var bara að skrifa. En það svona stundum erfitt að maður telur sig ekki að vera rithöfundur. Og ég var ekki að skrifa á íslensku né á ensku. Ég var bara að skrifa á spansku. Og ég var með barnabókin sem ég langaði, sem í rauninni ég var búin að geyma það. Ég ætlaði ekki að gefa hana út. Og svo mér var sagt, bara reyndu að gefa, að sýna þessi bók og hún kom út og hún heitir Snúlla finnst gott að vera einn og fjallar í rauninni kostur einverunar. Bara akkurat það sem COVID var fór ég til Vestfjarðar. Ég var á Þingeyri hjá Blábankanum og ég var að skrifa. Ég fór að skrifa eitthvað annað en þá kom í ljós að það var svo einhver veginn skrítið að vera á Vestfjörðum og ég var líka ein og það var bara myrkur og einhver veginn bara þungt. Þannig að ég fór að skrifa smásagnasafnið sem heitir Sjálfsátt, að éta sjálfan sig. Og svo eftir það kom út Snúlla finnst erfitt að segja nei. Og svo byrjaði ég að skrifa á íslensku. Og svo kom út Svona tala ég og Ljóð fyrir klofið hjarta. Ég líka að reka útgáfuhús sem heitir Kariba. Sem ég byrjaði með það árið 2022. Svo ég fæddist í Venezuela og ég lærði bókmyndum þar. Og mér fannst að við vorum að missa af allt frábært sem gefin út í Suður-Ameríku. Og þegar við hugsum bókmyndum frá Suður-Ameríku þá erum við meira að hugsa Dóra Raunsæi, eins og Gabriel García Márquez og Isabel Allende, sem satt, en það miklu meira en það. Þannig að mér langaði að prófa að tengjast, að kannski að búa til brú og koma með eitthvað af þessum ekki þekkt bókmyndum frá Suður-Ameríku hingað. En það hefur verið erfitt og dýrt. En samt ég bara að reyna það og gera eins og allt. Bara einu skref í einu og bara smám saman að búa þetta til. Þannig að ég bæði að gefa út mínar eigin bækur þar og að reyna að gefa út klassísk bókmyndum bækur frá Suður-Ameríku. Það nú þegar mjög erfitt að vera rithöfundur, að finna pláss til að skrifa, en í mín persónulega reynslu þá erum við innflytjendur bara að vinna í alls konar til að geta fá penning og svo að sama tíma reyna að skrifa. Ég að vinna í 3 vinnur og svo líka með útgáfuhúsið og og svo lífið, allt sem maður gerir heima hjá sér og þetta bara svo dýrmætt og svo mikið forréttindi líka að geta komið hingað. Og svo eitt sem var líka mjög gott, sem kom mér á óvart, var að ég fékk styrk til að vera hér. Ég var mjög þakklátt að geta komið hingað og það var bara frábært, en ég vissi það var eitthvað í bakvið. Ég ætlaði ekki að búa til engan penning núna og hvernig ætlum við að gera. En þetta reddast, en við finnum út úr þessu. Og svo þegar ég fekk þessi dólupóst, þá var bara, þetta var frábært og ég var og mjög þakklátt fyrir því. Þetta líka mjög mikilvægt að rithöfundar og listamenn gætu fengið penning til að gera það sem maður elskar að gera og það sem maður góð að gera og bæta við menningu á Íslandi.
Ég hef verið að skrifa alls konar hér, þannig að ég kláraði þriðja snúla bók, en ég líka að skrifa aðra smásagnasafn og það ein saga sem gerist hér í húsinu og ég fjalla húsið eins og rjómaköku með súkkulaði bitar ofan á grænan disk sem í rauninni það sem húsið lítur út fyrir mig þegar ég að koma niður. Það svona mjög falleg hús og þetta svona pínu skrítið saga eins og allt sem ég skrifa fyrir fullorðna. En já, það hefur verið svo mikið innblástur hér. Þannig að þetta yndislegt. Þetta bara frábært, ég elska að vera hér.